Komið þið sæl og verið velkomin í föstudags þátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Við komum víða við í dag og fáum til okkar góða gesti. Íbúðaskipti á milli landa, Local Food Festival, matarhátíðin mikla á Akureyri rétt handan við hornið og sömuleiðis dömulegir dekurdagar á Akureyri. Ljóðahátíð verður haldin á Siglufirði og svo bruggverksmiðjan Kaldi á Árskógssandi 10 ára. En við byrjum á íbúðaskiptum á milli landa. Snæfríður Ingadóttir, það ekki rétt hjá mér að íbúðaskipti á milli landa, það sprengja bara í þessu? Það allavega mikil áhugi hjá Íslendingum fyrir þessum ferðamáta og hefur verið að aukast. En íbúðaskipti samt sem áður ekkert nýja nálinni, til dæmis elsta íbúðaskiptafyrirtækið intervac.com. Það var stofnað held ég 1953, þannig að þetta hefur náttúrulega alveg verið til lengi þó svo að við Íslendingar virðumst vera fyrst að kveikja á þessu núna. Og ég heyrði frá homeexchange.com sem nú stærsti vefurinn í varðandi íbúðaskipti, að þar segja menn að það hafi hreinlega orðið algjör sprengja hérna á Íslandi varðandi skráningar og þeir tala jafnvel að bara það sé heimsmet hérna á Íslandi í skráðum notendum. Já, við Íslendingar, við erum náttúrulega orðin heimsmeistarar. Við erum alltaf heimsmeistarar í öllu, það alveg ótrúlegt. En þú ert að halda námskeið þetta núna á næstunni? Já, ég svolítið að kynna þetta form ég byrjaði á þessu síðasta vetur, einfaldlega bara af því að það voru svo margir sem voru að spurja mig hvernig ég fari eiginlega að þessu og vildu fá að vita meira. Þannig að núna ég með námskeið hér á Akureyri í október og svo líka hjá Endurmenntun Háskólans í Reykjavík. Bara svona grunnreglurnar, ef einhver vill fara út í þetta, fyrsta skrefið það ekki að skrá sig inn á heimasíður? Jú, það eru sem sagt margir vefir í boði og þú í rauninni bara velur þér einhvern vef til þess að skrá þína eign á og þú veist, þetta eru heimasíður á borð við homeexchange.com, Love, HomeSwap, Guest to Guest, Intervac og fleira og þessar síður eru mismunandi, þannig að fólk bara skoðar þetta og tekur ákvörðun og á flestu þessara síðna einhvers konar ársgjald eða meðlimagjald, þannig að þú greiðir eitthvað fyrir þessa þjónustu, fyrir þessa milligöngu og já, hreinlega bara setur inn upplýsingar þig og þína eign og svo semur jafnvel bara eitthvað staðlað bréf sem þú sendir svo á þá sem þér líst á að skipta við. Þannig að þegar maður tekur ákvörðun að skrá sig þarna inn, þá þarf maður að vera búin að undirbúa sig svolítið og ég gerir ráð fyrir að það sé nauðsynlegt að skrá nokkuð nákvæmlega hvernig allt saman Já, það eykur líkurnar á skiptum að hafa góða lýsingu og góðar myndir. Þú verður náttúrulega að laga til heimahöður áður fyrir að taka myndina til dæmis. Og já, þú sýnir hvað þú ert að bjóða, ekki bara mynd af húsinu utan. Fólk vill sjá herbergin. Þú vilt ekkert skipta við eitthvað hús í Frakklandi og hafa bara séð það utan. Þú vilt sjá nákvæmlega hvernig þetta að innan líka. En þegar maður fer einmitt í svona, þú talar þrifnað, þarf maður að standa í stórhreingerningu í halvan mánuð? Já, þetta náttúrulega svolítið þannig. Ég meina, hvernig vilt þú taka við húsi hjá fólki? Ég lít á þetta mjög jákvæðum augum að þurfa að þrífa. Þetta eiginlega bara, mér finnst æðislegt að þurfa að þrífa í rauninni heimilið vel. Maður eiginlega hættur nefnilega að taka þessar stórhreingerningar eins og var í gamla daga. Fólk gerði jólahreingerningu og vorhreingerningu. Nútíma fólk, það ekkert að þrífa hún í skúfum og svona í dag. En þegar ég undirbúið svona skiptið, þá tek ég svona góða hreingerningu og þá líka svo gaman að koma heim aftur. Það allt hreint og fínt. En þetta náttúrulega bara svolítið samkomulega líka á milli fólksins. En hvernig stóð á því að þú og þín fjölskylda fóruð út í þetta á sínum tíma? Sko ég hef í rauninni stundað íbúðaskipti í meira en 10 ár og til að byrja með þá var þetta svona frekar með óformlegum hætti. Ég var að skipta oft við námsmenn erlendis þeim sem í Kaupmannahöfn sem vildu koma heim í fríum og svona og vini og vandamenn. En fyrir 4 árum síðan þá skráði ég mig á svona íbúðaskipta síðu og hef í rauninni bara verið ofvirk síðan, svona satt best að segja, að því að ég bara hreinlega fjall bara gjörsamlega fyrir þessu formi
og ég með 3 börn, við erum 5 manna fjölskylda og það bara kostar sitt að fara út í heim með 5 manna fjölskyldu. Og mér langaði bara til að halda áfram að ferðast þrátt fyrir hrunið og allt það og þetta er bara frábær leið. Þú getur séð það bara ef þú sleppir gistikostnaðinum, þú veist, það er náttúrulega munar bara öll. Þannig að þetta er í raun og veru lífsmáti, getur við sagt. Það er orðið það allavega hjá mér, því ég vil ekki ferast öðruvísi, mér finnst þetta bara æðislegt. Og þegar þú ert með börn, þá er náttúrulega bara æðislegt að vera á alvöru heimilum, það sem er kannski barnadót og allt til alls í staðinn fyrir að vera gista á einhverjum pinkulitlum hótelherbyggjum. Við sjáum svona myndir núna rúlla yfir sem að þú hefur tekið í tengslum við þessi íbúðaskipti. Þið voru núna, gistuð í fljótabát í Kaupmannahöfn. Já, það voru mín síðustu skipti núna í vor. Ég fór til Kaupmannahafnar með eiginmanninum og gistum við í húsbát. Það var svolítið skemmtileg upplifun. Þannig að sko, formin eru, eða þú veist, íbúðirnar sem eru þarna inni eru alls konar og þú getur að vera að skipta bara kjallara íbúð í Reykjavík á móti bara einhverju stóru húsi í Frakklandi með sundlaug og alls konar, þannig að hvað þú ert að fá fyrir þína eign, það er ekkit endilega, þú veist, þú ert ekkit að vera að fá kjallara íbúð í Frakklandi, sko. En hvað með tryggingar til dæmis? Já, ég meina, venjulegt fólk er náttúrulega með heimilistryggingu og hún dekkar nú yfirleitt bara ef það skildi nú eitthvað koma upp á. En svo er þetta að kaupa einhverju auka tryggingar og svona ef maður vill. En þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst að vera í góðu sambandi við fólki sem þú ert að skipta við. Þannig ef það kemur eitthvað upp á, ef svo ólíklega vildi til að eitthvað kæmi upp á, þá ertu í það góðu sambandi við fólki að þú treystir því að það verði bara leyst úr því. Að þau muni borga það eða hvernig sem það er. Já, er þetta ekki einmitt lykilatriði í þessu ef að þú treystir þig til þess að fara í íbúðinni þeirra, þá hlýtur þú að treysta þeim til þess að koma til þín? Einmitt. En auðvitað, ef þú ert með einhvern mun til dæmis á þínu heimili sem að, segjum bara einhverja styttu eða eitthvað sem er þér virkilega kært, þá er nú kannski bara fínt að taka það bara í burtu og loka og læsa það inni. Af því að það eru það mikið tilfinningalegt tjón að þetta myndi brotna. En hvað með aðra hluti til þess að skipti á bílum eða faratækjum? Já, það er líka hægt og það eru margir sem eru með að gera það. En ég myndi segja að yfirleitt þegar eitthvað hefur komið upp á, eitthvað vesen varðandi svona íbúðaskipti, þá er það mjög oft tengt bílum. Einfaldlega vegna þess að fólk gengur ekki nógu vel frá þeim skiptum. Það er til dæmis mjög algengt að útlendingar sem koma hingað, þeir bara keyra allan hringinn, kannski 2-3 á 2 vikum og fara upp á hálendið eða hvernig sem það er. En það hefur kannski ekkert verið rætt áður en skiptin voru gerð. Hvað máttu keyra bílinn mikið, hvert máttu fara á honum? Þetta þarf alltaf að vera á hreinu og helst að gera skriflegan samning. Margar þessar síður bjóða mitt upp á svona skriflegan samning sem þú skrifar áður en gengi frá skiptunum þar sem öll svona smáatriði eru sett inn. Hafið þið farið til margra landa? Við höfum farið víða. Við höfum til dæmis farið til Sardiníu, Gran Canaria, Fuerteventura, New York, Kaupmannahöfn, Oslo. Jólin er ég að fara til Tenerife. Þar er ég búin að gera 2 skipti, þannig að ég verð alveg í 5 vikur. En þegar fólk hefur svona íbúðaskipti, þá ger ég ráð fyrir að þið jafnvel kynnist landinu eða þessum löndum þar sem þið farið til á allt annan hátt heldur en að vera á hóteli. Algjörlega. Og ég myndi nefnilega segja að það væri eiginlega besti kosturinn við þetta. Upphaflega byrjaði ég á þessu í rauninni til að spara peninga því að með stóra fjölskyldu, en núna ger ég þetta eiginlega einmitt út af þessu. Þú ert að fá svo miklu meira út úr ferðalaginu. Þú ferð og gist. Hjólinn og hjóla þangað, gerðu þetta, þú færð bara frábæra uppskrift frá heimamönnum að einhverjum leyndardómum sem að þú hefðir annars ekkert vitað um. Svo líka náttúrulega svo ótrúlega gaman að koma inn á kannski svona heimili.
þú veist, það eru geisladiskar í hillunum og þú hlustar á tónlist heimamanna, lest bækurnar, þú veist, það er eitthvað dót í ískapnu sem þú hefur aldrei, þú veist, þorað að kaupa kannski út í búð að þú vissir ekkert hvað var, en það fylgir með þarna. Er það kannski, jafnvel, þannig líka þegar þið eru kannski kannski í hálfa mánuði eitthvað svoleiðis og það koma reikningar inn lúguna og þið eru kannski jafnvel að útrétta ýmislegt fyrir eigandann? Já, kannski ekki að borga reikningana, en það hefur alveg komið fyrir að maður hafi verið beðinn að vökva blómin og stundum er þessi skipti þannig að þú veist, það fylgir gæludýr með eða eitthvað svoleiðis, sko. En Ísland er núna svona, í tísku getum við sagt, er mikil ásókn í að vera í svona íbúðaskiptum við Íslendinga? Já, ég myndi segja það, algjörlega. Það er ekki erfitt að fá skipti, en þetta er svolítið þannig að þú þarft að ákveða samt hvert ætlar þú að fara, hvert langar það að fara og hvers konar húsnæði sérðu fyrir þér. Íslendingar sem eru að byrja í þessu eru nefnilega oft svolítið æstir. Þeir skrá sig og svo bara kemur bréf bara frá Hawaii eða eitthvað, vá, heyrðu, það er einhver á Hawaii sem vil skipta við mig, vá, við förum bara til Hawaii og svo bara skrifaði, já, bara, við viljum koma. En svo faraði kannski að skoða hvað flugfari kostar og hvað kostar að leigja bílarna og þá fyrir kannski að renna tvær grímur á fólk. Þannig að fólk þarf svolítið að svona vera rólegt þegar að gera þetta og vera, þú veist, með allt á hreinu. Hvað segja krakkarnir ykkar, eru þú spennt fyrir þessu? Þeim finnst þetta æðislegt og þú veist, þetta er náttúrulega bara mjög sjálfsagður lífstíll hjá þeim og talað að vera að ferðast með krakka. Ég reyni yfirleitt að skipta við barnafólk, þar sem er dót og kannski svona barnvænlegar aðstæður. Ég er ekki hrifin að til dæmis að skipta við, ellilífeyrisþega sem eru með kristalvasa og dúka á borðum og annað. Það bara hentar ekki barnafólki, þannig að ég til dæmis ráðlegg fólki, barnafjölskyldum, að reyna að skipta við aðrar barnafjölskyldur sem hafa kannski svona skilning á þínum þörfum. En þeir svona sem það fólk sem er svona að spá og spekulera, það kannski, hefur það bara gott að koma á námskeið til þín? Já, því að þú veist, ég er svona bara að fara yfir svona atriði sem að gott er að hafa í huga, því vissulega höfum við alveg heyrt sko og slæmar sögur á svona íbúðaskiptum, algjörlega. Ég hefur enda verið rosalega heppin, það hefur ekkert slæmt komið í rauninu upp hjá mér, þó auðvitað hafi ég lært ýmislegt af reynslunni, en þú veist, maður hefur alveg heyrt svona sögur, til dæmis eins og af Spánverjunum sem bara hreinlega kláruðu allt vínið í húsinu, bara hreinlega, það var bara búið að drekka hverja einustu örðu þegar Íslendingarnir komu heim. En hvað höfðu Íslendingarnir gert? Þeir höfðu sagt við Spánverjana, þeir bara notið allt í eldhúsinu. Vínið var í eldhúsinu og vín kostar ekki neitt á Spáni. Miðað við á Íslandi, þetta er bara eins og fyrir þá að kaupa sér mjólk. Þannig að auðvitað drukku þeir bara allt vínið og Íslendingarnir voru í sjokki. Þannig að maður þarf að hafa svona atriði svolítið á hreinu til þess að verða ekki fyrir vonbrigðum. Þetta er spennandi íbúðaskipti á millilanda, Snæfríður Ingardóttir. Herru, bíddu. Ekki bara á millilanda, líka innanlands. Ég til dæmis að fara til Reykjavíkur næsta mánuði. Bara nota þetta líka innanlands. Bara íbúðaskipti. Íbúðaskipti, hvar sem er. Allt í boði. Þakka þér fyrir komuna. Takk fyrir það. Og þessu næst hér rétt á eftir hugum við að ljóðahátíð á Siglufirði.